gengur á netinu, við höfum nú reynda sagt frá því áður að og þetta lífsegt á netinu að það sé ekki gott að drekka kalt vatn með mat því að kalda vatnið á það til að herða þá fitu sem að að finna í matnum og það geti þá stíplað hitt og þetta innvolsið. En leitum til Steinars B. Aðalbjörnssonar, næringafræðings, sæll og bless. Sælir. Hvað segir þetta? Er óhollt að drekka kalt vatn með mat? Þá maður frekar að drekka volgt vatn eða stofuhita? Já, þetta er svo gaman aðeins. Þetta er ansið lífsegt. Já. En það nú bara þannig að líkaminn svo ótrúlega flott fyrirbæri að hann hitar vatnið bara strax leið og kemur inn í munnin og svo þegar það fer niður vélindað og svo loksins þegar nær inn í maga þá þetta orðið nánast líkamshiti. Þannig að það þarf að vera... Þetta snögghitun? Já, þetta er mjög snögghitun og það þarf að vera ansið mikið ískalt vatn frýs við 0,4 gráður Celsius. Já. Það þarf að vera ansið mikið ískalt vatn í stórum sopum til þess að fara að hafa nokkur áhrif. Sko, grunnhugmynd samt á bakvið þetta sem við að segja. Ef við ímyndum okkur að við séum með fitu, bara olíu á fljótandi formi og stingum henni í ískáp, hvað gerist? Hún harðnar þegar hún kemst í kaldara umhverfi. Það sama gerist til dæmis ef við erum með steikin okkar og hún búin að vera á heitu grillinu og svo hellum við köldu vatni yfir henni. Eða bara þegar ég sjá þið til dæmis þegar diskarnir ykkar, þegar maður búin að borða steikina sína og diskarnir kólna, hvað gerist? Það kemur svona fitu lag á diskin sem maður sá ekki þegar maður var að borða. Þannig er bara fitan að kólna. En þetta líka minn, það svo magnað að margir sem að kasta svona hlutum fram, þeir áttar sig ekki á því hvað líka mann okkar ótrúlega flott fyrirbæri. Og hann sér bara þessa hluti alveg nokkuð vel. En hvað gerist ef maður drekkur heitt kaffi? Kælir hann þá vökvann áður hann lendir? Já, við getum í raun og aldrei sett ofan í okkur það heitan vökva eða heitan mata því að við bara þolum það ekki. Tungan lætur okkur strax vita og varirnar ef það heitt. Þannig að sama sinnis að þá í raun og veru kólnar maturinn á leiðinni niður í magan. En maður finnur alveg svona hita, ef maður drekkur mjög heitt kaffi til dæmis, þá finnur maður alveg svona hita tilfinningu alveg niður í háls og jáfnvel í vélendanum líka. En svo þetta komin niður í maga, þá þetta nú orðið nokkuð fljótt á sama hitasti og líkaminn á. En svo það nú sagan af því sem að virðist nú vera breytileg frá einum tíma til annars hversu oft þú átt að borða á dag og morgunverðurinn mikilvægastur og borðaði ekkert á kvöldinu eða omvend. Maður búin að heyra svo margar útgáfur af þessu. Við vorum að heyra Hallgrímur Magnússon ræða á dögunum þetta að hægja á eða láta og hvíla meltingarfærin eftir svona þegar kemur fram á síðdegið og fram á kvöld. Já, ég heyrði með þetta viðtal og ég gaf nú ekki annað en brosað út í annað hið minnsta. Sko, hann talaði og ég ætla svo sem ekki að vera að gagnrýna hann hefur rétt á sínum skoðunum, en hann talaði til dæmis að tækja okkur svo mikla orku að melta matinn, en tilfellið bara það að það ekki nema 1/5 allri orku sem við setjum ofan í okkur í formi matar. Hún notuð í mestalegi notuð til þess að í raun og veru melta matinn og brjóta niður og koma honum inn í sínar einingar, vinnslueiningar og geymslueiningar. En málið náttúrulega bara það og sem svo mikilvægt fyrir okkur að hafa í huga að við keyrum ekki bílan okkur á tómum tanki og það nákvæmlega sama sem gerist fyrir líkamann. Við verðum náttúrulega að setja næri í gofinni, við verðum að setja ofan í hann hitaeiningar til þess að bara geta unni vinnuna sem við ætlumst til á honum. Og ég hef aldrei heyrt það að það borgi sig að borða engan mat eftir klukkan 4 á daginn, eftir klukkan 16 til þess að gefa til dæmis liverinn og nýrunum einhverja hvíld. Við erum bara með þetta frábæra verkfæri í höndunum. Þetta er stórkostlega gæslappa vél. Ef við hreyfum okkur í hófi og borðum í hófi, þá á nætur svefnum og hvíldin þar að duga til þess að í raun og veru gefa þessum verkfærum sitt frí.
Og auðvitað náttúrulega ef að menn eru kannski að vaka 18-20 tíma sólarhring, þá náttúrulega kemst líka menn aldrei í þessa hvíld og eins með ef að menn borða óhaflega mikið og hreyfa sig ekki neitt öllum stundum, að þá náttúrulega spurning hvað þarf að gera. En það svona ákveðin grunnregla varðandi svefni sem að Kári Steinn Karlsson, langhlaupari, hefur sagt mér að það fyrir hvert klukkutíma sem að þú vakir, þá skuldaru halva klukkustund í svefn. Og svefnin náttúrulega í almennu heilbrigði og svona, þið voru að tala heilbrigði á hann með fortíðina þetta, að hluti af því að vera heilbrigður og líða vel og svo framvegis náttúrulega að stunda góða hreyfingu, borða vel og sofa vel. Og ég ger mér alveg grein fyrir því að þetta náttúrulega rosalega svona valkreppa hjá okkur, það rosalega mikið að gera og við þurfum að vinna fram eftir nóttustundum og svona, en þetta bara forgangsröðun og við náttúrulega bara þurfum að sinna líkamann okkar með fremst eins og við getum hvað best og það ekki með því að borða ekkert eftir 4:00. Ég get alveg fullyrt það að næringarvísindi og læknavísindin að þau styðja það ekki. En sagði hann ekki að borða lítið? Ég held hann, jú, það getur vel verið en sko hann tók það síðan svona sem að borða eins og ríkur maður og svo eins og nirvill á kvöldin, en þetta bara allt og algengt að fólk tali til dæmis að þú að láta kolvetnin vera eftir 3:00, borða ekkert eða mjög lítið. Það bara ekkert í fræðunum sem að styður þetta og þessi fasta, hún í sjálfu sér ekkert alslæm, en við höfum að átta okkur á því að hún svona í uppruna sínu mesta trúarlegum toga og menn reyndar með þessum föstum oftar en ekki að ná í einhverja svona andlega hreinsun frekar en einhverja líka. En nota menn ekki bara trúna til að koma þessu inn? Það að segja að það sé meira sem býr að baki? Jú, það getur vel verið. Það segir hér í einni rannsókn sem ég að lesa hérna á netinu að það sem að býra baki þessu að borða eins og keisari á mótnana, eins og hefðarmaður í hádeginu og svona eins og betlari á seinnipartinu á kvöldin, að þetta tengist því sýrumagni sem að líka með framleiðir, magasýru sem að brjóta niður matinn og mest af þessu sýrumagni einmitt á mótnana í kringum 7 síðan eftir í hádeginu og síðan á kvöldin, en að þetta sýrumagn það minnkar eftir því sem að líður á daginn. Ég held að við Íslendingar getum tekið þetta hugtak og algjörlega gert það okkar vegna þess að hvernig erum við að hafa okkur nút í dags, flestir Íslendingar, mjög margir allavega. Við erum að borða kannski lítið morgumat og ofta tíðum kannski, ekkert rosalega mikinn hádegismat og kannski jafnvel seint og svo tökum við sprengjuna á kvöldin. Þannig að það snúi sig við þá í átt það sem að þú nefnir núna og hefur komið fram áður, það alveg jákvætt. En eins og ég heyrði hann tala í viðtalinu að þá myndi að spara heilbrigðiskerfinu gríðarlega fjármuni að borða ekki neitt eftir 4:00, ég samþykki það ekki. Nei. En hvað maður að gera ef maður hefur bara enga list á mat fyrir hádegi? Já, ert þú einn af þeim? Og fleiri. Ég þarf að koma og vera þarna bara með ykkur á mátana og mat okkur. Já, mat ykkur, akkurat. Nei, það náttúrulega, þá bara spurning sko, mér langar til þess að segja við ykkur allt betur en ekkert, en ég veit að þá farið þið og fáið ykkur súkkulaði og egg og bacon og á hverju morgni, þannig að ykkur ekki treystandi til að taka þessar leiðbeiningar, en auðvitað náttúrulega bara borga sig að reyna að koma einhverju ofan í sig. Egg og bacon, það slæmur morgunmatur? Já, þetta náttúrulega svo miklar öfgar í hitaeiningum, að við verum að reyna að passa okkur og halda okkur í holdafarinu sem viljum vera í, og þá náttúrulega miklu erfiðar að stjórna þessu. En ég meina, það þarf ekki mikið og eitt svona kannski að lokum að rannsóknir hafa sýnt fram á það að þeir sem að borða morgumat, og þetta mjög mikilvægt, þeir sem að borða morgumat, þeir virðast koma líkamanni sínum í gang fyrr og betur, það segja líkamsstarfsemi verður hraðari og þeir eru almennt grennri heldur en þeir sem að borða ekki morgumat. Þannig að svelta sig á mótnana í þeim tilgangi að vera grennri, það öfugsnúið. Steinar B. Aðalbjörnsson, næringarfræðingur hjá Matís, kæra þakki fyrir þetta. Takk.